Komið sæl aftur. Samkvæmt fullyrðingum ýmsa rétthafa tónlistar og myndefnis það glæpur að hlaða niður efni af netinu og þá eru menn að tala kvikmyndir, sjónvarpsþætti, tónlist og tölvuleiki sem lýtur höfundarétti og orðið ansi algengt að fólk sæki inn á netið og sjálfsögðu ókeypis. Samkvæmt þessari skilgreiningu 1000 Íslendinga glæpamenn því 12.000 Íslendingar nota stærsta íslenska kerfið sem býður upp á slíkt niðurhal og engin leið að vita hversu margir nota erlend kerfi. Nei, en hvað svona hættulegt við þessa afritun? Það kannast líklega flestir kannast við það að hafa tekið upp úr sjónvarpinu mynd eða tekið upp lög úr útvarpinu og sett á spólu. En þetta alvarlegra heldur en að lána einhverjum til dæmis frendþátt eða gefa vini sínum upptöku af uppáhalds geisladisknum sínum? Hérna eru sestir tveir afar ósammála menn, Hreinn Beck, fjölmiðlafulltrúi Netfrelsis og Hallgrímur Kristinsson, framkvæmdastjóri Smávís, verið velkomnir. Takk fyrir. Byrjum aðeins á þér bara, Hreinn, af því að þú ætlaði svona að fara að verja þessar hræðilegu gerðir, þessar glæpamannslegu gerðir og maður velti því fyrir sér, þið í raun að taka ófrjálsri hendi það sem að aðrir eiga rétt á, eiga höfundarétt á og hvernig getur í rauninni varið að þetta sé eðlilegt og sanngjarnt? Já, það náttúrulega að vissu leyti erfitt að verja það, en við náttúrulega verðum að líta á það að hinna raunverulegu tölur, þrátt fyrir yfirlýsingar manna, sýna fram á í raunveru skadi þetta ekki höfundana, dreifingaraðilega en aðra og það eru náttúrulega það margir sem að gera þetta í dag. Þetta er það byrja 1/4 af hverjum netnotendum á Íslandi sem að stunda þetta og það samkvæmt rannsókn frá Hagstofunni. Það réttlætir ekki hversu margir glæpamennir eru? Nei, það réttlætir það ekki. Við verðum kannski að líta á það að þetta sé auðvitað sambærilegt við það sem hefur verið gert í gegnum árin þar sem menn eru að lána vinum spólu eða taka upp úr útvarpinu og jafnvel lengra heldur en frá vinunum og ég sé ekki munin á þessu þar sem þetta er komið inn á netið. Þetta er náttúrulega fljótlegra og þægilegra. Þegar haldið fram það ekki að þetta sé ekki beinlínis bannað með lögum? Það er náttúrulega eins og niðurhalið. Það að taka eitthvað niður, það er í raun og veru alveg skýlaust að það er löglegt eins og lögin er í dag. Hins vegar það á mjög gráu svæði hvort það að gefa öðrum kost að því að fá efni hjá þér sé ólöglegt eða ekki. Hallgrímur, maður velti einmitt fyrir sér miðað við hversu algengt þetta er og hvernig netið er notað að þetta er alltaf stórt að segja að allur þessi fjöldi Íslendinga tilheyri brotamönnum og séu í rauninni í meðvitaðri glæpastarfsemi með því að fá sér bíómynd á netinu fyrst þetta er svona aðgengilegt. Já, það er kannski vandamálið mitt, hvað þetta er aðgengilegt. Eins og hann sagði sjálfur og réttilega, þetta er brot á lögum. Þetta er ekki flókið, það segir orðrétt í höfundaréttarlögum að höfundur hefur einkarétt til að gera eintök af verki sínu. Já, en svo hefur líka rétt til þess að gera, í 11. grein segir það, þú hefur rétt til þess að gera afrit til enganota, það er enginn að hagnast á þessu. Sá sem að leyfir þér að nota þetta lag eða þessa mynd sem að hann á þarna, hvernig sem hann hefur komið höndum yfir hana, hann er ekki að selja þér hana. Nei, þetta er ekki atvinnustarfsemi. Það er rétt, en þeir eru kannski ekki að hagnast á þessu, en það eru aðrir að tapa á þessu. Og það er það snýst þetta. En ekki segir hann það? Lögin snúast það að þú meir ekki hagnast á þessu? Nei, það snýst ekki það. Höfundaréttarlögin snúast það að höfundur hefur einkarétt til að gera afrit af verkum sínum og þú mátt búa til eintak fyrir sjálfa þig af kvikmyndum og tónlist, ég er nú ekki lögfræðingur, en það á ekki við tölvuleiki og ekki hugbúna. Og eru nokkur lög sem ná yfir það yfirleitt? Já, ég held það nú, eins og ég tekka fram, ég er nú ekki löglegur maður og ekki með höfundaréttarlögin eins og leggja sig ég. Þetta er á gráu svæði? Nei, þetta er ekkert á gráu svæði, leið mér að skýra það, þetta er alveg á hreinu. Þetta er þjófnaður. Þú mátt ekki, eins og segir bara í höfundaréttarlögum, óheimil er eftirgerð hvers kyns dreifing til almennings á myndritum og hljóðritum og það er ekkert grátt við þetta. Það er ekkert grátt svæði hér. Þú mátt ekki deila því þá ert þú bara að segja, herðu, hérna, þetta er eins og gangan á Ingólfstorg og segja, herðu, bara taki hérna eintöka á öllum myndunum, gjörðu svo vel. En þegar fólk er ekki að afrita þetta fyrir þig, það er ekki eins og einhver fara út á ljósritunarstofu og ljósriti heila bók og gefi öllum sem þeir þekka þetta, heldur það þarf atbeina einhvers annars til að sækja þetta til þín. Þú ert ekki að afrita þetta fyrir einhvern annan. Það er reyndar þegar þú afritar til þín að þá ertu líka brotalög. Því í athugasemdum með frumvarpi höfundaréttarlög frá 1972 segir að eintakagerð er þá miðað við af frumriti.
Þarna ekkert frumrit að ræða. Þarna verið að ræða ólögmætt eintök af verkinu sem menn að sækja til sín, enginn hefur gefið leyfi fyrir og síðan að dreifa til annara. En segjum það að ég taki bara eitthvað geisladisk og ég geymi þetta inn á minni tölvu, bara löga þessu disk og síðan koma aðrir eins og hægt í gegnum þetta kerfi, þá geta aðrir komið og sótt þessi lög af þessu sem ég hef hlaðið sjálfur niður. Það ekki ólöglegt. Hver glæpamaður í því ferli? Með því að fara inn á þessa tengipunkta ertu að opna fyrir öllum sem þarna er unni að ná í eintak af þeim verkum sem þú ert með í tölvunni. Það þjófalíkillinn sem þeir eru með í höndum. Við teljum svo vera, já. Þið eru svolítið hróahettir á netinu, er það ekki? Þið netfrelsismenn og netverjar margir hverjir. Hvers vegna finnst þið að þið megi gera þetta þó að það sé kannski ekki bein lagaheimild fyrir því að fara svona með höfundaréttar skylt efni? Okkur finnst þetta fulluleyti sambærilegt við það að sitja í stofinu heima og taka upp úr sjónvarpinu, sem nokkuð sem við erum náttúrulega viðgengst lengi. Og ég held að við verðum náttúrulega að líta á það að núna erum við komin í ennina baráttuna við tæknina og við höfum gert þetta hingað til, menn voru á móti bókasöfnum, menn voru á móti kassettutækjum, menn voru á móti útvarpi og nú það netið og það sem mér finnst í raun og veru það að núna eru menn að reyna að ná kontróli yfir netinu og ég líti á þetta sem nokkuð skona ritskoðun. Er hægt að segja þessi sambaralegt á nokkuð hátt þegar þú ert að tala að menn sé að taka upp og geta lána 2 og 3 og þarna í rauninni ertu að dreifa efni til milljóna? Já, það ekki milljónir, allavega ekki eins og þetta hér á Íslandi. Hér á Íslandi þetta lokað, þar að segja fyrir öðrum en Íslandingum. Ok, 2000. Það alltaf mikið meira heldur en að taka upp á sjónvarpinu og skiptast á spólum. Já, það náttúrulega spurningu það hversu aðgengilegt það og hversu mikið dreifist það. Ef ég myndi taka upp fyrir þig og svo myndi þú koma því til Svanhildar og svo myndi hún koma því áfram. Við erum að tala alveg sambærilegan hlut og hefur gerst í gegnum öll þessi ár. En nú gerist þetta Stundum hefur maður heyrt fyrir rauk að þetta sé bara einstaklingur gegn stórfyrirtækjunum og þetta sé kannski svona svipaður hópur og er ekkert sérstaklega hrifinn af alþjóðavæðingunni og alþjóðafyrirtækjum og öllu því. Er þetta svona, upplifið þetta þannig að þið séu svona lítil magning gegn stórfyrirtækjunum? Já, stóru hluta til þetta borgaraleg óhlýðni. Ekki alltaf þetta upplýs í einhverju borgarlegri ólíðni og vaðinn næstu matvöruverslun ef hann finnst að verið þar og hátt og taka matvæli þaðan að maður er ósáttur við. Það er lítið á eitt. Og nú náttúrulega Hallgrímur hann talar ofta þjófnað. En í þjófnaði felst það að ef ég myndi taka þetta vasklas hér þá hefur Svanhildur ekki lengur aðgang að því vasklasi. Það er þjófnaður. Þetta sem við erum að tala núna er brot á réttindum höfundar eða þeirra aðila sem hafa grannréttindi til þess að framleiða afrit. Það hefur ekki verið tekið neitt frá neinum. Jú, það hefur verið tekið eintak og búið til annað eintak án þess að hafa leyfi höfunda til þess. En eintakið fyrir hendi hjá þeim sem að hélt upprunalega eintakið þannig að hann hefur ekki mistað úr hendi. Það er bara fleiri haft afnótaði. Já, þetta er svipað og ég myndi taka til með spólina sem hann er með og þeir framleiða og að selja og ég myndi bara búa til fullt alveg nákvæmlega spólu með sömu og byrja að selja eða gefa rétt eftir gefa öllum í kring og þeir myndi nú ekki selja mikið held ég að þeim ef allir getur fengið á gefins. En sannarlegt að tónlistamenn hafi tapað á þessu og rétthafar við höfum heyrt tölur það að sal á DVD-diskum hafi aukið skífulega mikið, sal á geisladiskum hefur aldrei verið meiri. Hvernig hægt að segja að nokkur sé að tapa á þessu? Erum við ekki einmitt að ná eyrum fleiri? Nei, það er rétt hjá þér. Þetta ár virðist hafa verið, síðast ár, það virðist komið 2005, virðist hafa verið nokkuð gott ár eftir mjög slæm ár 2002-2003, sérstaklega tónlistina með skilst. Það sem við þurfum að hafa í huga er að afþreyingar iðnaðurinn í heiminum öllum er alltaf að stækka. Kakan er alltaf að stækka. Þannig að það er eðlilegt að tölur fara upp. En við viljum hins vegar meina að tölur væru ennþá herri ef þess að nýtt ekki við og rannsóknir sína hvað eftir annað að þeir sem að ná í efnanetinu eru síður líklegri til að kaupa vöruna eða leigja vöruna eða hvernig sem það er út í búð. Er þetta sömu rannsóknir og þið vitnið í þegar þið segið þetta hafi engin áhrif? Já, það er rannsóknir sem að Hallgrímur vitna til gerir ráð fyrir að séu rannsóknir frá Norðurlöndunum og það er náttúrulega alltaf vafasamt hverju standa að rannsóknum og rannsókn hjá Harvard School of Law og Colorado State sýnir fram á það að í raun og veru sé efni aðgengilegt á netinu þá verður það vinsælla og þeir rannsökuðu þar meðal annars topp 50
Billboard listan og komist að því að þegar að tónlistin var komin inn á netið þá komist lögin hærra upp á Billboard. Ég ekki samt að skaða þennan iðna vegna þess að leið þetta stækkar leið og tölvurnar eru komnar inn í sjónvarpið og þetta svona fyrir að blandast meira og þú getur farið að fá myndir þá af netinu beint inn í sjónvarstækið þitt og sækja músík með miklu, minni fyrirhöfn. Og þetta fyrirhöfn fyrir marga í til dæmis efri aldurshópum sem að kunna þetta ekki og skilja ég vel ekki það sem við erum að tala núna. Að maður velti fyrir sér þegar þetta farið að færast upp og orðið algengt, þá ertu búin að skaða þennan iðnað sem að þarf á því að halda að selja vöruna sína. Ekki það ekki því að halda að svona menn eins og þú stelur henni. Það náttúrulega ekki þjófnaðir hérna ferð. En ég sé ekki munum að því og að ég get valið hérna fleiri 20 útvarpsstöða og hlusta á tónlist. En þessar útvarpsstöðar eru að borga yfirleitt allan að íslensku tónlist stefgjöld, þannig að tónlistarmaðurinn fær greitt ákveðna krónutölu fyrir hvert skipti sem maður laga kannski leikið. Nú erum við með sambarilegt kerfi á til dæmis auðum geisladisku sem hægt að skrifa á í tölvum. Þar eru teknar 17 krónur á venjulega CD og 50 krónur á DVD og það er búið innheimta þetta gjald síðan held ég örugglega í byrjun 2001. Og ég veit ekki til þess að enn hafi verið úthlutað úr þeim sjóði sem er víst orðin ansi stór og ég get ekki fengið nákvæma tölur. Einu tölur sem ég hef getað fengið er heildartonn af innfluttum diskum, þannig ég get ekki umreiknað hversu mikið liggur í þessu sjóð. Ertu að segja að þeir liggi og sitja á einhverjum milljónakistum sem að þeir vil ekki síðan gefa upp hvað séu háar fjárhæðir í? Ég þori að segja 20 milljónar, 100 milljónar. Sem að hverjir eiga á þess að gefa upp? Innheimtumiðstöð gjalda liggur á þessum sjóði og að innheimtumiðstöð gjalda eru stef félag hljómplötuútgefandi og fleiri. Sko það sem hann er að tala á bara enga veginn við, hann er að tala svoköldu IHM-gjöld sem eru tekin á tómum geisladiskum til að bæta réttum upp eintök til enganóta. Þeir eru ekki til að bæta höfundum upp það sem gerist á netu sem menn er að dreifa fyrir utan enganót og ólöglega starfsemi. Þannig er það í dag og þannig hefur það verið og númer 2 ég held að það held ég eins skýrt og það getur verið en þetta er hins vegar eitthvað sem til í tónlistageranum þannig ég get nú ekki farið í detail. Ég vil taka það meðalans fram að Smáís er ekki aðalega IHM, fær ekki krónu úr IHM og það sem þú hefur að vísa í hér það sem aðverða þessum umræðum er eingöngu tónlist. Og þú segir að ykkur rannsóknir á tónlist og annað slíkt. Það er að menn framleiða tökum dæmi íslenska kvikmynd, segjum hún kosti 150 milljónir. Ef að hún verði gefin frítt, þá er ég nú ansvar hættur að það myndur nú seint skila sér. En hefur aðsókn til þess að þú þekkir vel til í bíóhúsum, hefur aðsókn eitthvað dreigist saman að bíóhúsum á Íslandi? Aðsókn hefur ekki, ég reyndar ekki konum í 2004, hún hefur verið nokkuð stabíl, hún hefur ekki verið eins mikil aukning á milli ára og var, hún hefur tiltölulega lítið með minni, hún hafi nú lækkað eitt ára, ég er nú ekki með þessu tölur í kollinum, en við mögum ekki gleyma því að eins og ég sagði þann, aðþrengarinn að reyna að stekka og við getum velt okkur upp úr rannsóknum, við getum velt okkur upp úr sölutölum, það segir hérna sorta hvítu, hann sagði það í byrjun viðtalsins. En getið þið ekki með nokkru móti vegna þess að það er erfitt að ná höndum yfir þetta. Það er núna búið, þið kærið 11. Þið vitið ekkert, það er kannski 12.000 mann sem eru bara, þú veist, í þessari viku að fara inn á neti og sækja sér efni. Þið getið ekki komið höndum yfir allt þetta fólk. Það er einfaldlega mikil vinna. Það þarf að ná í glæpamenn sem að stunda fíkniefnainnflutning og annað slíkt. Getið þið ekki með neinum móti náð höndur saman við þetta fólk? Er ekki hægt að setja eitthvað gjald á þessa tengipunkta eða eitthvað slíkt? Það væri draumastaða. Og það er það sem við erum að sjá gerast í veröldinni. Við höfum tónlist.is, við höfum held ég yfir 300 tónlistaveitur í Evrópu sem eru löglegar. Aðþreyingariðnaðurinn í Hollywood og fleiri sem framleiða bíómyndir og sjónvarpsefni, sem meðal annars er kannski sýnt á Stöð 2, að þeir eru að skoða þetta algjörlega í kjölinn, þeir eru að skoða tengipunkta, það er verið að kynna fyrir svona tengipunkta með þessum möguleikum og þetta er nákvæmlega það sem við vonumst til að muni gerast. En við mögum ekki gleyma því að þó þú vitir að komið mislæg gatnamót, þá getur þú ekki farið yfir að rauðu. Bara rétt í lokin, hversu margir heldur að fara á íslensku stuðmannamyndina ef þeir getur sótt hann netið? Þeir eru töluvert færri. Nei, veistu það, ég held að það myndi aukast verulega. Það myndi aukast verulega ef þú getur sótt hana og horta á hann í tölvunni þinni í 17 tómu skjá og þú myndir segja, heyrðu, ég ætla að fara að sjá þessa mynd þegar þú ert nýbúin að sjá hana. Við verðum að líta til þess að þeir sem að stunda það að skiptast á tónlist og sanga sér tónlist og kvikmyndum og öðru á netinu eru viðskiptavinir. Kæra þakki fyrir þetta, Bæði Hreinn og Hallgrímur. Takk svo leiðis. Við ætlum að sjá Allir Ólífur fyrst eftir smástund sem er sýning sem hefur verið sýnd við góða viðtökur á Akureyri.